Sælverði og verið velkomin í fyrsta myndbandið í forritinu MATLAB. Þetta er myndbandaröð upp á bókinni, forritinu MATLAB, og ætlum við að skoða fyrsta undirkaflan saman. Fyrsti undirkaflinn heitir MATLAB er forritinu reiknivél og er svo svolítið lýsandi um það hvað þetta er því að MATLAB er vissulega mjög hentugur reiknivél sem við munum kynnast aðeins betur eftir en er líka forritunarmál. Þannig að við getum gert. Hér er smá inngangurinn tvíundakerfi bita á bæti. Til þess að lesa þetta. En MATLAB er svokallað High Performance Language sem byggði á Fortran upphaflega en var svo endurforritað á 9. áratugnum í C. En MATLAB það er hraðvirkt forritunarmál og það er notað í ýmislegt, til dæmis bara almenna forritun, stærðfræði og þá sérstaklega línulega algebru, reiknirit, líkunarhermun og tölfræðileg úrvinnsla úr stórum gagnasöfnum og auðvitað margt fleira. Þetta er svona helstu atriði þessi. En MATLAB það er stytting á Matrix Laboratory og upprunalega forritað til þess að vinna með fylki og svona hugsað til þess og línulega algebru í tölfræði og svoleiðis. En í dag er þetta orðið bara sitt eigið forritunarmál og mjög öflugt og mikið notað og svoleiðis. MATLAB er eigu MathWorks og MathWorks er svona regluver heiti og þeir til þess eiga myndböndin sem hér er vísað í. Á heimasíðu MathWorks þá eru nokkur gagnvirk námskeið fyrir MATLAB, bæði fyrir byrjendur og lengra komna og þar sem að HR kaupir leyfi á MATLAB þá fylgir með þetta og í fyrstu vikunum þá munum við vinna með OnRamp í þessu námskeið. Svona annar spjallkassi sem talar aðeins um talnaritun, að við notum punkta en ekki kommur til þess að tákna tugabrottið, til dæmis er albrottið 1/10 skrifuð 0.1 en ekki 0,1 og einnig ef við erum komið með tölur sem er stærri en 1000 þá notum við bil til þess aðgreina á milli, samkvæmt ISO-stöðlum. Fyrst að heimurinn er ósammála hvort þeir nota punkt eða kommu þá sagði ISO-stöðlin jæja, notum þá eitthvað ekki það sama til þess aðgreina 1000-una. En eins og hér er svona talað þetta er ekki skylda en svona bil eða sleppa því er svona æskilegra til þess að sé alveg skýrt hvað er að meina. Og hér er bara bent á það, hérna getum við notað MATLAB online og hér er svona kostir þess að sækja MATLAB í tölvuna eða nota MATLAB á netinu, heiði vafra. Í tölvunni þá þarf ekkert netsamband og er bara hraðvirkt í útreikningum og gengur þægilega fyrir sig, en ókostin er það þarf að setja upp og það tekur smá tíma og það tekur líka mikið pláss. Og ef við viljum hafa þetta aðgengilegt í MATLAB online þá þurfum við að setja MATLAB Drive í tölvuna en kostið þess að nota MATLAB á netinu það þarf ekki að setja upp, tekur ekki pláss að við getum byrjað bara strax og það er beintengt í MATLAB Drive sem ég hveti ykkur til þess að nota líka. Þá eru MATLAB skjölin ykkar alltaf upp í skýinu til að segja eitthvað kemur fyrir eða það er að vinna með öðrum. En ókostin er það alltaf netsamband og það er örlítið hæfur ykkar. En þeir sem eru bara með svona hæfilega tölur þá mælt með því sérstaklega bara hlaðið niður. En MATLAB það er uppfært 2 ári en við þurfum ekkert að uppfæra það sérstaklega. Tökum bara nýjustu útgáfuna. Og nú skulum við samt aðeins fjalla skjölun. Þegar hér er svona dæmi slóð eitthvað kannski, user notandi og svo kannski eitthvað OneDrive mögulega. Það er bara documents eða eitthvað. Og svo HR hér haust forritinu MATLAB vika 1. Í dag ætla ég að vinna í möppunni hérna HR kennsla MATLAB haust 2024 og kafli 1. Þetta er upp úr kafli 1 sem við ætlum að tala hér um. Það sem við ætlum að skoða hérna í MATLAB. Og hérna er svona dæmi slóð og alveg svo hér þá sjáum við hérna, hér er breyturýmið og vinnurýmið eins og í bókinni hérna, breytuglugginn, vinnumappan. Skipanuglugginn hérna niðri og ritillinn hér, en hér á mér er command window hérna, skipanuglugginn, hann er alls staðar hér. Þið getur opnað bara live script hérna og þá opnast editorinn eða ritillinn hér og command window hérna niðri. Þið getur breytt þessu eins og viljið, hérna eða dragið bara til. Mér finnst oft fínt að hafa þetta bara hérna niðri hjá current folder. Það er ekkert mikið að skoða þetta og minnka þetta hérna. Hérna sjáum við möppurnar og hérna sjáum við breyturnar. Ég vil auðvitað hafa aðgang að þeim og geta séð þær en mér finnst fínt líka bara að hafa command window og ritillinn minn hérna svona stóran og breiðan og fínan. Ok. Bara svona að tala um þetta og bara svona þessi fyrstu skref hér. Og svo byrjum við að opna nýja skriftu. Það gerum við bara hérna að gera new og skrift eða það ef þið eru home þá ítir bara new skrift og þá er það bara hér eins og ég gerði það.
En byrjum bara með þessa einu hér og svo tala við getum byrjað að gera eitthvað. Ef við segjum til þess A hérna saman sem 1 og B saman sem kannski 2 og C getur skrifað A plus B. Það B hérna bara þetta sýttir þetta. Og tölum svo sem við eftir hvað þessi semikoma hérna en við skulum bara sleppin í bili. Þetta er bara skýrt. Svona bara alveg svo í bókinni. A saman sem 1, B saman sem 2 og C saman sem A plus B. Svo getið þið ítt hérna save eða bara Ctrl S og vista þetta hér og þetta var bara fyrsta skriftan til dæmis. Og þá sjáum við hérna að MATLAB skráin birtist hér með MATLAB skriftan. Hérna. Og það sem sjáum hér er þetta skjal hérna og það er í þessari slóð hér. Þannig að ef þið farið í tölvun ykkar þá getið fundið þetta hér undir. Og þá sjáum við hérna, svipað hérna. Og ef þið finnið editor aftur og getið að run hérna, en við erum með editor uppi, þannig að við getið að run og getum við keyrt og sjáum við hérna í skipanarglugganum birtist niðurstöðunar. Þannig að hérna A1, B2 og C verður 3. Því A er 1, B2 og C er það 1 plus 2 eða 3. Og líka hægt að gera run section, en við notum ekki mikið section í þessu, en við getum aðgreint á milli með $2 en til að byrja með það þurfum við ekki að ágjöra því, þannig að á meðan að það er ekki upp og skipt upp með 2%, þá gerir þetta run section og run það sama. Og þá er líka hægt að gera bara Ctrl Enter og þá keyrist skráin. Svo þetta kemur fyrir aftur hérna. A, B, C og svo A, B, C. Því keyrið aftur, A, B, C, því keyrið aftur. Því íta á run section. Og svo þriðja skiptið hérna. Því gerir Ctrl Enter. En Ctrl Enter gerir run section. Mjög þægilegt að maður skrifa, svo bara gerir maður með lyklaborðinu, svona flýtir skipun. En, ok, og svo þess að þetta er allt svona saman og það getum við gert með að gera hérna format, compact, ef við viljum. Og svo ef við keyrum þetta aftur, sjáum við að það kemur svona aðeins hendura, en hitt er með meira handrými sem er líka bara fínt. Hvort hefur sína kosti, því við bara ráða hvort þið gerið. En nú skulum við fjalla nokkra gagnagerir, en í MATLAB eru nokkra gagnagerir og við munum ekki tala þær allar og sér í lagi núna í fyrsta og tölum við bara þessar helstu. En flestar gagnagerina geta verið einhvers konar fylki eða svona hólf af tölum og það getur verið með logical breytur eða rökbreytur eins og tölum við þar, strengi og karaktera eða stafi og þetta hvort tveggja eru svo kallar textabreytur, það sé að gera okkur kleift að hafa texta inn í forritunarmálinu sem breytur og svo numeric, það er bara einhvers konar tölur. Hér er búið að flokka tölurnar niður, við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af því en það sem við notum mest er hérna doppul, það er hakað hérna við hérna neðar. En þetta single, þetta int og uint, við skulum ekkert að áhyggjur því, en það er oft, ef maður er komin svolítið lengra þá hefur maður meiri áhuga á stjórn eða hvers konar tala við erum að vinna með, eða hvers konar tölur við vinnum með. En við þurfum ekkert að áhyggjur því. Að öllu óbreyttu þá eru tölurnar okkar doppultölur. Svo getur við töflur, það er að segja það er einhvers konar haus á töflunni og svo dálkar línur. Svo er það sem heitir cell á ensku, svo kallum hólafylki og struct sem við kallum kvíslbreytur. Og svo er eitthvað sem getur ekki verið einhvers konar fylki, það eru svona function handle heitir það. Við höfum eiginlega oftast kallað þetta bara hulduföll á íslensku. Þetta er svona möguleiki til þess að vinna með föll. Skoðum það nánar síðar. En við förum ekki sérstaklega í þessari bók og heldur ekki sérstaklega töflunar. Byrjum að skoða þessar þrjár hér og doppulbreytur og svo cell og struct í síðari köflum með bókinni. Og hérna talaðum að það sé hakað við þessum skoðum sem er það sem ég var að tala um áðan. Og svo er bara, svo við talaðum hérna bara, vinsælt hafið MATLAB opið þegar þið lesið við textan og eða horfið þetta myndband og prófið að gera það sama og ég eða það sem er sýnt hérna. Skrifa bara í skipunargluggann eitthvað hérna, það sem við ætlum að prófa eða í skriftuna eftir sem við á og bara fikta saman. Þannig kemst maður langt best áfram. En skoðum að þessu rökbreytur.
Rökbreytur þær taka nákvæmlega bara tvö gildi, satt eða ósatt, eða trú og false. Og köllum við rökgildi eða hafa eitthvað svona sanngildi er rökgildi. Og eins og hér bara, þannig að hér spurt, einn sama sem fjórir. Þannig að hér spurningin einn það sama fjórir og hérna stendur logical 0, það svarið nei, einn ekki sama fjórir. Hér spurt einn að það minna á fjórir, það satt. Trú? Já. Þannig að ef við flyktum að síða þessu, getum gert þetta clear, þá hverfur hérna úr breytutrínu okkar og sé til þess að klára hérna. Og fyrst við erum ekkert að vera með skriftuna, þá getum við fært hann upp og unnið það sér. Sett hérna einn það sama og fjórir? Nei. Og svo þá getum við hérna rök einn, það þegar við getum búið til breytur, tölum við það reyndar í næsta kafla, en getum séð hérna, við getum að vista þessar niðurstöður einn það sama fjórir í þetta nafnina rök einn, en það það ósatt. En við getum líka spurt einn sama eða minna á fjórir, og það rétt, af því einn annarkvort minna eða jafnt á fjórir. En til dæmis fjórir, það ekki minna en fjórir, en fjórir eru minna eða jafnt á fjórir. Svona getum við skoðað fullt þetta, og þetta svari spurningum, þetta satt eða ósatt. Og það sem að breyturnar vinna með fyrst og fremst trú, þannig að trú satt. Þess vegna gett þetta satt sá sem trú. Og það allt í litlu stöðum, en við getum prófað hvað við gerum stórt T á stingunum upp og verðum að tala um trú, þetta ekki til hérna, og spyr, menn allir lástöðum. Já. Svo getum við líka að prófa allt í hástöðum og það kemur bara það sama, þetta ekki til, en það að tala bara um þetta. Já, þetta. Og svo skulum við aðeins skoða strengi og stafi. En hér eru stafir, stafabreytur, það afmarkast af einföldum gæsalöppum, en strengirnir afmarkast af tvöföldum gæsalöppum. Og ef við tölum aðeins meira um það, reynsast þetta allt. Ef við gerum stóra gæsalöpp, skoðum hérna, halló heimur, heimir, kemur hérna svona halló heimir. Svo með einföldu segja hérna halló Harry, með einföldu kemur svona. Svo getum við ítt á hús eins og sýnt og sjá hérna, þetta kar og rökar einn. En það kar, en hvað var það hér? Nú, að óbreyttu allar til breytu sem heitir ans hérna og setur svarið inn í það. Ansver, stytting á því. En við getum líka búið stýrt þessu sjálf og sagt eins og stafir, alltaf stafabreyta og segja halló Harry. Og þá gerum við aftur hérna hús og þá séu stafir koma henni kar. Og þetta sér 1 sinnum 11, þetta 11 stafir. Við getum talað hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. En svo hins vegar aftur á móti, ef við prófum að gera hérna strengir, saman sem halló heimir. Og gerum aftur hús hérna, þá séum við hérna stendur string, en þetta 1 stringur, en hins vegar tekur upp heilmikið pláss. Strengirnir taka svolítið mikið pláss. Skulum ekki fjalla mikið meira um það hér, en skoðum svona hagnýtinguna á hvoru tveggja síðar beint. En svona almennt í því sem við erum að gera þá þetta jafnt eða nota bara víxl í MATLAB. Og svo númerik, bara tvínákvæm tala, og það bara eins og við vorum að skoða áðan. Bara a saman sem 1, en a verður þá doppeltala óbreyttu, nefnum við tökum sérstaklega fram, en við skulum ekkert gera það. Ef við gerum clear þá eyðum við öllum breytunum. Skulum bara gera það í bili til þess að hreinsa. CLC og brómatur a saman sem 5,9, b saman sem 1. Og svo skoðum við hérna hús. Þetta eru hvort tveggja doppeltölur sem taka 8 bæti af plássi. Eins og segi óbreyttur allar tölurnar sem við vinnum með á þessu tagi. Og svo bara tekið fram hérna, við getum sett nokkra breytur saman, afmarkað þau hotklófa og skýrt einu nafni. Eins og núna sé hérna a með stórum staf. Það sem bak við það þessar 3 tölur hérna. Þetta í raun og veru vigur sem við skoðum í næsta kafla, það sé kafla 2.
Þannig að þessi líkur hér og hvetja ykkur enda til þess að fikta. Hérna getið þið skoðað líka 4 í öðru og pí. Pí er til 3,1415 sem er námt við 6 að því næst kemur 9. Þannig að við skulum láta þessi myndbandi ljúka hér. Takk fyrir.